kannski að minnka ljósin hérna fyrir ofan mig. Þetta mynd auðvitað af Jesú, þar sem hann að þvo fætur Péturs. En við ætlum ekki að fjalla kvöldmáltíðina, né páskamáltíðina, en takið eftir setningunni þarna efst til vinstri. Ég segi yður þetta núna, og hann að spá fyrir hvað muni gerast kvöldið og nóttina. Og hann segir, ég ætla að segja ykkur þetta áður en það gerist, svo að þér trúið. Þegar það hefur átt sér stað. Og svo segir hann, ég get gert þetta af því að ég heiti, ég er. Og þetta orð þarna, ég er, kemur mjög oft fyrir í Jóhannesar guðspjalli. Og þetta orð sem sótt í Gamla testamentið og skrifað Jave. Og það sem Jesús að segja við lærisveinana, ég ætla að segja ykkur óorðna hluti, svo að þér vitið að ég er Jave, það að segja Guð, skapari himins og jarðar, og ég get sagt fyrir óorðna hluti. Og það sem við ætlum að leyfa okkur að gera hér í dag að líta aðeins á spádómsorð frá Daníelsbókinni. Og hér sjáum við yfirlit yfir mannkynssöguna, og við ætlum ekki að fara í nein smáatriði hérna, en hér sjáum við til dæmis Kýrus konung, og 150 árum áður en hann verður konungur hann nefndur með nafni í Biblíunni. Og hér sjáum við Alexander mikla, og hann líka nefndur í Biblíunni, þó svo ekki með nafni. Og það gerði það að verkum að hann hlífði Ísrael þegar hann var á leið sinni til Egyptalands. Og svo sáum við hérna Kleópötru sem líka nefnd til sögunar. En við ætlum ekki að eyða meiri tíma í þessa mynd, en hún segir okkur í stórum dráttum að við komumst ekki aftar þegar kemur að mannkynssögunni en cirka 3000 ár fyrir Krist. Og það passar mjög vel við Biblíuna, en allt sem handan við 3000 ár, það eru getgátur. Þannig að við eigum mjög erfitt með að fara margar milljónir ára aftur í tíman, eins og þeir gera sem að trúa á þróunarkenninguna. Nebúkadnesar dreymdi þennan draum, og hér sögð mannkynsagan fyrirfram, alveg frá tímum Nebúkadnesars og þangað til að Jesús kemur aftur. Og við ætlum að fara hratt yfir fyrirhlutan af þessum spádómi. Skal við sjá, hvað gerði ég núna? Og Daniel segir við Nebúkadnesar, þú ert gullhöfuðið, og á eftir þig kemur annað ríki, fyrirgefið ég ýta á vitlausum takka, og það aðeins minni háttar, og Medar og Persar, þeir komu í kjölfar Babylóníu ríkisins, og því næst kom þriðja ríkið, það að segja Alexander mikli, og svo kemur fjórða ríkið, og það járnríki og nær yfir stóran hluta jarðarinnar.
Við ætlum ekkert að fara neitt nánar út í þetta því að mér langar til þess að seinni hlutin af þessu sé það sem við vekjum athygli á. Þegar við komum að fótleggjunum að þá erum við komin inn í tímabil þar sem að leir blandast við járn. Og það gerist þannig að meðan að leirinn mjúkur, deigulmór, að þá hægt að blanda járninu við leirinn. Og í Biblíunni þá Guð leirkerasmiðurinn og söfnuður hans leirinn sem hann mótar og myndar eftir því sem að þörf krefur. Og þessi blanda á leir og járni, hún gerist ótrúlega hratt. Því að við sjáum hérna á þessum ártölum að árið 313 þá heimilar Konstantínus og Lusínius sem eru staddir í Mílanó og Ítalíu trúfrelsi fyrir alla kristna menn. Og þannig fer kirkjan að taka þátt í veraldlegum veraldlegri stjórnun og skömmu seinna þá setur Konstantínus á sunnudagslöggjöf og taki eftir því að 325 að þá erum við stödd í Níkíu og þar Konstantínus keisari á kirkjuþingi og hann taki eftir því, hann þingforseti og kirkjunamenn þeir hylla hann sem guðdómlegan stjórnanda og þeir beygja kné sín fyrir honum og kyssa skikkjufald hans. Og það með ólíkindum að kristin kirkja skuli koma svona fram við heiðin keisara. Á kirkjuþinginu í Laodíkeu 363-4 þá kemur bann við að vinna ekki á hvíldardögum. Það að segja, það skylda þín að vinna á hvíldardögum. Og 392 að þá kristin kirkja, hugsið ykkur, orðin ríkiskirkja. Við ætlum að koma að þessum tveimur ártölum svolítið seinna. En hér sem sagt verið að blanda leir saman við járn. Það að segja, kirkjuvaldið blandast saman við ríkisvaldið. Pólitík og stjórnmál og kirkja fara í eina sæng. En ég held að við getum fullyrt það að Konstantínus, hann var aldrei kristinn maður. Það sagt að hann hafi tekið skírn rétt áður en hann dó, en það eru mjög miklar efasemdir það. Því að hann var tilbiðjandi sólarguðsins Apollo og hér sérðu Konstantínus framar á myndinni og sólguðinn honum þarna til hliðar. Og hann tilbað alla sína ævi hina ósigrandi sól sem hét Apollo. Og hér á þessari mynd þá hann jafningi þessa guðs og í raun og veru sjálfur Guð. Þannig að kirkjan skyldi ganga honum á hönd alveg með ólíkindum. En þannig gerist þetta nú samt. Þið sjáu hérna merki sem eiga að vera tveir fyrstu bókstafirnir í gríska orðinu Kristur og hér orusta við Milvía brúna
og Konstantínus að berjast hér við Maxentius og meðan að baráttan í algleymingi þá á Konstantín að hafa séð þetta tákn á himni sem eru fyrstu 2 bókstafirnir í orðinu Kristur. Og síðan honum sagt að hann skuli vinna mikinn sigur undir þessu tákni. Og þess vegna telur hann að hann hafi unnið þennan sigur. En þetta mjög sennilega tilbúningur, meðal annars af kirkjusagnfræðingnum Eusebius, og það til þess að geta lýst því yfir að kirkja og ríki séu komin saman í eina sæng. Og það sem að þessi mynd segir okkur, sem mjög sláandi, það að Konstantínus, hann þingforseti fyrsta þings kristinnar kirkju. Og það líka með ólíkindum að það skuli vera þannig. En það sem að keisararnir hafa gert alveg frá dögum Nerós árið 64 að ofsækja hina kristnu. Hér sjáum við Pétur negldan við krossinn og hann biður að krossinn megi snúa öfugt svo hann njóti ekki sama heiðurs og meistari hans Kristur. Og það sem að gerist núna það að ofsóknum gegn kristnum mönnum linnir þegar að kirkjan sameinast ríkinu. En sjáu hvað gerist þegar að kirkjan sameinast ríkinu. Þetta stendur í Biblíunni. Og hinir mennirnir sem ekki voru deyddir í þessum plágum gjörðu eigi iðrun og snéru sér ekki frá handaverkum sínum og vildu ekki hætta að tilbiðja illu andana og skurgoðun úr gulli, silfri, eyri, steini og tré, sem hvorki geta séð, heyrt né gengið. Og eigi gjörðu þeir iðrun né létu af manndrápum sínum, töfrum, frillulífi sínu og þjófnaði. Vinir, þannig varð kristin kirkja þegar að hún sameinaðist heiðninni. Og það sem að gerist núna það að Satan sér fram á það að með ofsóknum getur hann ekki knésett kirkju Jesú Krists. Þess vegna tekur hann þá ákvörðun að sameinast kirkjunni. Og Satan, hann fær sem sagt Konstantín og Lusínius til þess að gefa kirkjunni trúfrelsi. Síðan koma ákvæðin sunnudagslöggjöf og að lokum kirkjan gerð að ríkiskirkju. En þegar að þetta hefur átt sér stað, þá kirkjan orðin mjög breytt. Og 508 fær kirkjan Hlöðvík sem sinn keisara í vestur-rómverska ríkinu. Og kirkjan átti að fá að ríkja ásamt keisarum og konungum vestur-rómverska ríkisins í 1290 ár eða 1260 ár. Og það sem nú á sér stað næstum því ótrúlegt, en nú það ekki lengur keisarinn sem ofsækir hina kristnu, heldur kirkjan sem ofsækir sína eigin bræður og systur, og við fáum tímabil sem
mjög erfitt fyrir kristna. Og aðeins til að rifja þetta upp, járnið og leirinn blandast þegar að trúfrelsi kemur á undir Konstantínusi. Theodosius gerir kristna kirkja ríkiskirkju og Klodvig hann stofnar hið heilaga rómverska keisaradæmi og Justinian hann gefur kirkjunni allt það vald sem hún óskar sér og Karl mikli hann sverð kirkjunnar á meðan hann lifir og þannig sameinaðist kirkjan ríkisvaldinu og þetta mjög alvarlegur spádómur í raun og veru sem segir okkur að þessi sameining leirs og játs muni standa yfir í 1260 ár. Og hér sjáum við hvernig kirkjan klofnar frá ríkisvaldinu árið 1798. Þá páfinn tekinn til fanga og farið með hann í útlegð og eigur kirkjunnar eru gerðar upptækar en það sagt í Biblíunni að þetta alvarlega banasár sem að kirkjan fékk og varir í 200 ár að þetta banasár mun aftur verða heilt. Og hér sjáum við bara stærri mynd af þessu. Þetta hershöfðingi Napóleons Barthier sem að tekur páfann til fanga. Og hér það að Napóleon leysir upp hið heilaga rómverska keisaradæmi sem gerir það að verkum að kirkjan hefur engin áhrif á pólitískt vald Evrópu yfir höfuð. Og hér sjáum við aftur þessa tvo merku atburði þegar að kirkjan missir sitt veraldlega vald og þegar að hið heilaga rómverska keisaradæmi verður að engu. Og hér segir í spádómnum að þetta 5. ríki, það muni klofna. Það að segja að það muni fá banasár. Og meira segja kaþólsk kirkja, hún viðurkennir að hafa fengið þetta banasár. En svo segir í Biblíunni að þetta banasár kirkjunnar, það mun verða heilt. Og það mun gerast á hinum síðustu dögum. Mánudaginn 7. júní 1982 hittust Reagan, forseti Bandaríkjanna, og Jóhannes Páll II páfi í Vatíkanbókasafninu og urðu sammála það að gera Sovétríkin að engu. Og þannig ætlaði páfinn sér aftur inn í hið pólitíska og veraldlega vald hér á jörðu. Og þetta bandalag páfans og Reagans sem átti að eiga sér stað á hinum síðustu dögum, það heitir á ensku hið heilaga bandalag eða The Holy Alliance. Og í tæp 10 ár vissi enginn þetta samkomulag Reagans og páfans, ekki einu sinni forsætisráðherra Breta, Thatcher, og yfirleitt engir sagnfræðingar eða blaðamenn alla Evrópu. Og hér sjáum við Reagan á í Brandenburgarhliðinu í Berlín 1987. Og hann segir við Gorbachev,
rífðu þennan vegg niður, tear down this wall. Og ári síðar mætir páfi hjá Evrópuþinginu og hann biður þingið að færa sér kristna Evrópu sem mun verða leiðarstjarna alls heimsins. Þannig að banasárið sem kirkjan fékk fyrir það bil 200 árum núna orðið heilt og páfinn aftur kominn inn í stjórnmálin. Og hér einn af aðalöryggisráðgjöfum Reagans sem var staddur þarna 1982 ásamt Reagan og páfa. Og hann segir, Ronald Reagan og páfi Jóhannes Páll notuðu aðeins fáeina mínútur til að fara yfir atburði Mið-Austurlanda. Í staðinn einbeittu þeir sér að efni sem lá þeim báðum á hjarta. Pólland og sovéska yfirdrottnun í Austur-Evrópu. Á þessum fundi urðu páfi og Reagan sammála að knýja fram sameiginlega og leynilega áráðsherferð til að flýta fyrir upplausn hins kommunistiska heimsveldis. Richard Allen, sem var fremsti öryggisráðgjafi Reagans á þessum tíma, hann fullyrðir, þetta var eitt mesta leynibandalag allra tíma. Og hrun Sovétríkjanna kom þess vegna mönnum mjög á óvart. Hér sjáum við Berlínarmúrinn falla 1989 og svo sjáum við sovéska fánan dreginn niður á jóladag 1991 og rússneski fáninn dreginn að húni og þar með Sovétríkin og leppríki þeirra í Austur-Evrópu liðin undir lok. Af hverju? Af því að banasár kirkjunnar varð heilt eftir 200 ára óvirkni í stjórnmálum þessa heims. Og kirkjan segir sjálf að þeir sem þvinguðu þessa óvirkni upp á okkur, það voru stórveldi þessa heims. Og hér mætum við Jóhannesi Pál öðrum og það farið að kalla hann hinn heilaga Jóhannes Pál hinn mikla og hér sigurganga hans í desember 1989. Og hann stendur hérna fyrir framan mannfjöldan sem heillar hann og þakkar honum fyrir hrun Sovétríkjanna og fyrir það að vera aftur komin inn í stjórnmál Evrópu eða til þess að nota orð Biblíunnar, sár kirkjunnar varð heilt. Við þurfum nú kannski ekki að lesa allan þennan texta en árið 1929 gera Píus XI og Mussolini samkomulag með sér að Vatíkanið verði sjálfstætt ríki. Frá þeim tíma páfinn stjórnandi smáríkis með ótrúlega áhrif. Það kemur glöggt í ljós árið 1978 þegar Jóhannes Páll II verður páfi. Samvinna hans við bandaríska forsetann Ronald Reagan gerir Vatíkanið nánast að þriðja ofurveldi heims á næstu árum. Með virkum stuðningi sínum við samstöðu, þar verkalýðshreyfingu Póllands, hraðar páfinn þeirri þróun sem enda með því að járntjaldið fellur. Þannig að heimsfréttirnar þær taka undir það að Jóhannes Páll II og kirkjan aftur komin til valda. Og hér segir að kaþólsk kirkja hafi sérstakan áhuga fyrir sameinaðri Evrópu því að það mun sameina
mótmælendur og kaþólika í Evrópu og verða þannig leiðarstjarna í pólitískum og trúarlegum efnum. Hér sjáum við Benedikt 16. með þrefalda kórónu og þetta blað hérna Time ekki mjög gamalt og talar nýtt rómverskt heimsveldi undir páfa Francis. Og sjáu hvað stendur á þessari kórónu sem að páfinn fékk þegar hann var gerður óskeikull. Þetta kóróna sem að Belgía gefur páfa og sendir honum eftirfarandi kveðjur til hins óskeikula staðgengils Jesú Krist, til hins æðsta valdhafa hins jarneska heims, til föður þjóðanna og konungana. Á kórónunni geturðu lesið orðin Christi Vicario og in terra og að hann sé konungur konungana. Ef ég myndi stækka myndin enn frekar þá geturðu lesið þetta á kórónunni. Og þetta mjög svipuð orð og Vicarius Filii Dei sem að notað veldi páfans. Hérna geturðu lesið in terris Vicarius Filii Dei. Þetta bréf sem kom frá Konstantínusi keisara og þar Petrus nefndur sem Vicarius Filii Dei og frá Pétri fá allir páfar sitt vald sem að þeir svo miðla sínum prestum þannig að prestarnir fyrir orð páfa geta fyrirgefið syndir sem Jesús getur ekki gert. Jesús getur kannski, segir kaþólsk kirkja, fyrirgefið erfðasyndina sem í raun og veru ekki til, en Kristur getur ekki fyrirgefið syndir. Það páfinn sem getur það einn og þeim sem hann miðlar þetta vald til. Og hérna sjáum við mynd af þessu, hvernig þetta reiknað út, en við eyðum ekkert meiri tími en þetta. En nú erum við komin í fætur líkneskisins og þar segir að þegar að við erum sem sagt komin þar sem fæturnar eru á líkneskinu, þá mun líkneskið verða brothætt. Hér sjáum við Péturskirkjuna í Róm ásamt höfuðstöðvum Evrópusambandsins og svo sjáum við þinghúsið í Ameríku og ameríska kirkju. En það sem spádómurinn segir okkur að járnið og leirinn munu aftur vinna saman, en þá mun leirinn og járnið verða mjög brothætt. Og það segir hérna okkar daga að járnið og deigulmórinn, þar að segja leirinn, munu ekki samþýðast hvorir öðrum. Það er að segja ríki, eins og Jesús segir, sem sjálfur sér sunduþykkt, það mun líða undir lok. Og deilurnar milli kirkju og ríkis eru töluverðar í dag, en þær eru miklu meiri milli ríkis og ríkja. Og hvað í raun og veru í gangi veit maður ekki frá degi til dags. Stundum ætlar Trump að heimsækja Norður-Kóreu og stundum ekki. Stundum ætlar hann að hitta leiðtoga Norður-Kóreu og stundum ekki. Og það sem í raun og veru að gerast að skapa þvílíka ringulreið og rugling
að maður veit ekkert hvað næst. En Biblían segir okkur að ríkin sem ríkja rétt áður en Jesús kemur aftur, að þau munu ekki standast, þau munu sjálf líða undir lok. Og ég ætla að fara tíminn búinn hjá mér, en Daniel sagði við Nebúkadnesar: þú ert gullhöfuðið. Á öðrum stað segir hann að hann sé ljónið. Og svo segir spádómurinn okkur að það munu koma 7 ríki áður en Jesús kemur aftur. Og hérna hefur þá þessi 7 ríki. Það að segja Babylon, Medar og Persar, Grikkir, Rómverjar, 5. ríkið, hið heila rómverska keisaradæmi og páfadómur, Sovétríkin og Bandaríkin, og svo mun 1 af 5 fyrstu ríkjunum koma aftur og vera hinn 8. Og þetta heimurinn okkar í dag, vinir. Og ég ætla að enda á þessari mynd hérna. Það segir í spádómnum Bandaríkin, sem urðu einasta stórveldi þessa heims 1991, að þegar að Bandaríkin eru orðin þetta síðasta stórveldi, þá mun það ríkja stutt. Við vitum ekki hversu stutt en það mun ekki fá langan tíma til þess að drottna yfir heiminum. Og ef ljónið, björninn, pardusinn og ógurlega dýrið hafa öll haft sinn tíma, þá mun líka Bandaríkin fá sinn tíma. Og hvert stefnir? Jú, það stefnir í endurkomu Jesú Krists. Við vitum hvorki dag né stund, en við vitum engu að síður að tíminn nálgast. Og Jesús sagði við lærisveinana: ég ætla að segja ykkur hvað mun gerast á næstunni varðandi Júdas og Pétur, til þess að þið vitið að ég er Jahve. Hann hefur líka sagt okkur í Daníelsbókinni hvað verða mundi eftir daga Babýlonar fram að endurkomunni, og allt hefur ræst. Endurkoma páfans, hrun Sovétríkjanna og að Bandaríkin séu síðasta stórveldi þessa heims. Kína mun ekki verða stórveldi þessa heims, né heldur Indland, þó svo að það telji mjög marga íbúa. Síðasta stórveldi, vinir, áður en Jesús kemur aftur og stofnar sitt ríki, eru Bandaríkin. Spádómarnir hafa ræst og þau munu rætast. Eigum aðeins að fara með bæn. Heilagi himneski Faðir, við þökkum þér fyrir að segja okkur frá því hvar við erum stödd í sögu þessa heims. Við vitum að orð þitt satt og rétt í alla staði. Spádómar þínir hafa allir ræst. Hvort sem það voru spádómar varðandi son þinn Jesú Krist og komu hans í þennan heim, eða spádómar heimsveldi sem að komu og hurfu, og við vitum að það síðasta uppi núna. Og þó við vitum ekki dag né stund hvenær Jesús kemur aftur, þá biðjum við þess að við mættum vera reiðubúin þegar hann kemur. Að við treystum honum sem frelsara okkar, sem fyrirgefur syndir og afbrot, að hann sé okkar réttlæti, og við biðjum þess að andi þinn megi stöðulega minna okkur á orð þitt
og að við getum þess vegna hvílt örugg í þínum höndum og að þú munt koma hlaupandi eftir ströndinni í stormviðrinu og þrumunum og eldingunum til þess að sækja strák þinn sem var hræddur við ógurlegt veður. Við treystum þér, Guð, og felum okkur þér í Jesú nafni. Amen.